sem leiðtogi, skortir því ekki eitthvað, þú veist, ég meina, hvað var það, þegar að leikskólakennarar mættu hérna bandbrjálæðinir í Ráðhús, það sendur dag til að tala fyrir þína hönd og hann var þarna upp á stól og allir bara, hvar Einar? Þú þóttist vera í Mexíkó eða eitthvað, ég man ekki hvað. Já, ég fór ekki mikið til útlanda en ég var erlendis þá. En fólk kannski bara efast leiðtogahafniðina og efast það að þú getur, ég meina, þú veist, það er kannski bara auðvelt að þú ert fyrirrennandi fréttamaður, þú kannt að tala og þannig, en þegar á hólmenn er komið, að þá bara skortir því smá spæn til þess bara að rífa hlutina í gang eins og talar fyrir kosningar. Hverju myndirðu svara þessu? Þú veist, bara fólk segir bara, heyrðu, Einar Þorsteinsson, þú veist, hann er myndalegur, hann er ekkert jafn klár og hann heldur og hann er svona, hvað ég að segja, vill halda svona öllum góðum en hann mætir rosalega mikið hérna á hnefanum í viðtöl. En þegar að allt kemur til alls, þá bara hefur hann ekki það sem að þarf til þess að vera leiðtogi. Hverju myndirðu svara? Sko, spurningin er fyrir hvern á leiðtoginn að vera. Á hann að vera fyrir samstarfsflokkana í einhverju meirihluta sem endist í 4 ár eða á hann að vera fyrir íbúa sem að treysta því að borgarstjórinn taki ákvarðanir sem að munu móta líf íbúana ekki bara í 1 ár eða 2 ár heldur næstu áratugi. Ég var leiðtogi fyrir borgarbúa þegar við sprengdum meirihlutann vegna þess að við trúðum ekki á stefnuna. Við lögðum allt undir til þess að knýja breytingar í takt við vilja borgarbúa. Hefði það verið leiðtoga Sæmandi? Já, hefði það verið merkjum góðan leiðtoga að sitja bara áfram í meirihlutanum, þiggja launin, hlýr og góður stóll þarna upp á skrifstofu með bílstjóra og há laun og vita það innst inni að þú varst ekki að gera það sem að kjósendur vildu að þú varir að gera. Ég held að það sé ekki góður leiðtogi. Ég held ég hafi verið leiðtogi fyrir borgarbúa þegar við tókum þessa afdrifaríku ákvörðun að leggja allt undir til þess að knýja fram vilja borgarbúa, breytingu á stefnuna því að þetta er verið að taka ákvarðanir sem að móta framtíð Reykjavíkurborgar og ég tek það bara mjög alvarlega og eflaust eru einhver sem eru ósammála því að þeir hafa bara aðra skoðanir en við og það eru fjölmargir sem að vilja breyta lífi borgarbúa en við viljum mæta þörfunum þeirra og hlusta. Ég heyri það bara, fólk orðið langþreytt á því að borgin hlusti ekki á gagnrýni frá borgarbúum og við viljum bara mæta þörfum frekar en að breyta þeim.